Já, nú ætlum við að tala, við gætum sagt umhverfismál, við ætlum að tala geirfuglinn og þá tölum við náttúrulega við Gísla Pálsson sem að skrifa bók geirfuglinn. Ástæða fyrir ég fekk því að hérna hafa verið að tilnefna bókina þína til ágætisverðlauna. Kemur seinna í ljós hvort þú fáið þau. Þau heita The Royal Society Trivedi Science Book Prize. Og þarna hafa menn unnið verðlaun eins og Stephen Hawking og Bill Bryson sem kannski fekk hann það fyrir bók sína allt, en hann kannski þekktari sem ferðabókahöfundur. Herðu, en ég fekk þig að því að mér langar að því að sagan geirfuglinn eina af svona stóru sögunum, sko. Og það var þannig að með því að segja sögunum geirfuglinn þá var þetta að segja svo stóra sögu í kringu það. Þetta eiginlega maðurinn og náttúran og hvort að maðurinn getur verið hættulegur náttúrunni og hvort að við séum gæslumenn sköpunarverksins og endalaust. Þú finnur það náttúrulega það sem þú ferð að þetta eitthvað við þessa sögu sem að hún flýgur þessi saga, þótt að fuglinn hafi ekki flogið. Já, ég hefði aldrei sögt með svona onni þessa sögu nema ég hefði skynjað að þetta væri svo margt í henni, sko. Eins og þú segir, umhverfismálin og framtíð tegunda og hérna. Sem kannski aldrei meira á dagskrá heldur akkurat núna. Nei, einmitt. Og það vildi þannig til, sko, að menn höfðu skynjað að tegundir höfðu verið til sem að voru horfnar. Það voru hérna steingervinga uppgötvun, Cuvier frægi og fleiri og slatt af svona dínósárum og kvikindum sem ég kann ekki að nefna fundust á ströndin í Devon á Englandi. Þannig að menn voru furðulostnir. Biblían sagði að tegundir sem að skaparinn hefði búið til, þær myndi ekkert hverfa, en svo sáu menn að þarna voru leifar dýra sem að enginn kannaðist við að hafa séð. En svo kemur hitt að menn sögðu lengst af, sko, þetta hlyti að vera náttúrulegum aðstæðum sem að þessa tegundir hurfu og það sama myndi gilda áfram. Eins og á þessu risaeðlurnar, það ekki okkur að kenna að þær hurfu. Nei, einmitt, það loftsteinar eða eldgos eða eitthvað fjandinn. En svo kemur saga geirfuglsins til sögunar og í kjölfar Íslandsferðar tveggja Breta, Wallace og Newtons 1858, þá fara svona að renna tvær grímur á menn og annar þessara manna, Newton, hann verður þekktur náttúrufræðingur og best fyrir náttúruvernd og mætir á þingfundi og svona stofna tímarit og hérna það er honum að þakka að menn fara svona í alvöru að hugsa það að tegundir geti horfið á sjónarsviðinu af mannavöldum. Og það er ekkert fyrir geirfuglinn. Svo hugmynd er eiginlega ekki til fyrir en að hún er mótuð í kringum hvarf geirfuglsins. Hún er sjálfsagt til, sko, bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi að þetta sé möguleiki en þetta er varla tekið alvarlega og Newton stendur í þrasi við þekkta náttúrufræðinga í Bretlandi. Richard Owens var einn þeirra og ég rekk þetta aðeins í bókinni og það er alveg skýrt, sko. Owens sagði að geirfuglinn, hann vissi af eldgosinu við geirfuglasker 1830, þá hvarf aðal varpstaðurinn við Ísland og Owen vissi af því og sagði sem svo að þetta fuglinn hefur bara horfið vegna náttúrulegra aðstæðna, hvort sem það er eldgos eða vannæring eða fiskigengd eða eitthvað svona. En Owen sagði þetta, en Newton sem sagt er harður á því að það sé eitthvað meira að ske og menn skuli hlusta vandlega og skoða vandlega og saga geirfuglsins
sýni það. Síðari rannsóknir erfðafræðilegar hafa sýnt að það nokkuð líklegt að Newton hafði rétt fyrir sér að sem sagt erfðabreytileiki geirfugla var nægilegur til þess að lifa af náttúrulega sveiflur við Norður-Atlantshaf. Já. Þannig að það er svona... En síðan í sögunni svona drápið á síðasta geirfuglnum. Já. Sem að gerir þetta náttúrulega svona... Já, svona... Já, það verður svona... afgerandi sögu. Já, það verður svona drama sem einhvern veginn hillar marga og það var að vísu Dódófuglinn áður. Já. En það er lítið hann vitað og fáar minjar til. Og engin almennileg mynd og það fram til göttunum. En það er geirfuglinn sem sagt sem að setur aldauðan á dagskrá. Já. Og bæði geirfuglinn sjálfan og svo sem svona eins og tákmyndum eitthvað sem getur gerst. Já. Hann verður svona menningalegt fyrirbæri. Það eru sko á söfnum hún flaggað og bara fyrir nokkrum dögum var mér að berast póstur með frímerkjum frá ýmsum löndum, meðal annars nokkur löndum Afríku. Það sem að maður getur ekki ímyndað sér að geirfuglar hafa komið sögu. Hann hefði ekki komið þar við. Nei, það er fullt af frímerkjum hjá ýmsum þjóðum sem að eru með mynd af geirfuglum. Og þá líklega út af þessu að hvort að maðurinn geti eitt lífi, þetta er svo stór saga. Já, já. En geirfuglinn var ekkert bara hér, hann var líka á Suðurhvelinu? Nei, það er ekki geirfugl, það er allt önnur tegund. Já. Varst þú ekki á okkur svona geirfuglanámstefnu, ráðstefnu á Nýja-Sjálandi? Nei, Nýfundnalandi. Nýfundnalandi, já, fyrir ekki það. Allt í lagi. En það eru reyndar tegundunum oft ruglað saman, sko, þessi penguin sem nú lifa á Suðurskautslandinu, það er allt önnur tegund, en upphaflegi penguin var geirfuglinn á norðurslóðum. En það var einhver World Ocean Week, núna held ég í júní og áhugamenn geirfuglinn á Nýfundnalandi efndu til mannfagnaðar og fullt af listaverkum ég fór þangað og Guðný kona mín og í boði heimamanna og þeir vildu að ég kæmi og tala geirfuglinn. Þeir vissu að þarna var fuglinum slátrað á 16. og 17. öld, í 1000-tali það voru nýlenduveldin og heimurum var bóknan og landnámið komið til sögunar og þarna voru áhugamannafélag, þetta er mjög virt á Facebook og það voru 100 manna sem tóku þátt í þessu á eynni Fogo sem er fyrir norðan, þetta er lítil eyja fyrir norðan sjálfa Nýfundaland og ótrúlega margt að ske, listaverk og áhuga fólk og professionalistamenn að gera gjörninga og myndir og rosalega gaman að taka þátt í þessu. Ég flutti 3 fyrirlestra í ferðinni og það gekk allt vel og það sýndi hvað kannski er það sko með Nýfundalands fólkið eins og okkur sko ákveðið samviskubit. Fuglinn féll hjá okkur og við keyptum einn uppstoppaðan fugl 1971 eftir mikla söfnun og fyrir mikla fjármuni. Nýfundalandsmenn vita yfirleitt að þeirra sögu að sem sagt tegundin er nánast útrýmt þar fyrir á öldum og það sem eftir er af stofninum er einfallega smáir hópar við Ísland, Skotlandi, Noregi. Megin stofnin verið við Nýfundalandi? Já, langstærst. Og þar var langmest mest veitt? Já, og það var eyja sem að hét Funk eyja eða Bird Island, skammt frá þessari Fogo eyju
og ég komst ekki þangað vegna þess að maður þarf sérstakt leyfi og það er erfitt að komast í land og rándýrt. Þetta er svona eins og að fara út í Eldey hér, það er ekki heiklum hent. En hann var líka vetur á Fógó þar sem ég var í 4 daga og þar fór ég á þessar slóðir og hitti fólk sem vissi allt sögu geirfuglsins þar og það er mjög merkileg saga og eitt af því sem ég fannst merkilegt og ég svona hafði hugmyndum en vissi ekki fyrir þarna að fyrir komu Evrópumanna á 16. öld þá veittu indjánahópar á Nýfundalandi geirfugla eða sóttu allavega út í þessar geirfuglaeyjar og það var aðalega indjánahópur sem hét Beothuk og þeir höfðu eflaust öldum saman siglt á opnum kanóum og sem ekki auðvelt, það er svipað og sigla á opnum árabátum úr höfnum til geirfuglaskers eða Eldeyjar og þessir Beothuk höfðu notað fuglinn í mjög takmörkuðu mæli. Þeir voru ekki að slátra og setja til matar en hirtu að vísu sérstaklega egg. En þetta var notað mikið til í trúarlegum tilgangi. Það voru eitthvað sérstök ritual sem að kölluðu á þetta. En Evrópumenn ruddu þeim úr vegi þannig að þarna fór saman þjóðarmorð og aldauði fugls nálega og margir hafa sagt síðar að stofninn þó hann hafi veiðst hér áfram á geirfuglaskeri og Eldey þá voru þetta var svona rest en saga þessara slátrana þeir tala fyrsta skyndibitastaðinn í heiminum, sumir svona gantast og þetta voru Evrópumenn voru að ná sér í skyndibita á Fönkeeyju áður þeir sigldu til Íslands með veiðifengin sem var fyrst og fremst fiskur þannig að þeir sem það söltuðu fuglakjötið og átan á leiðinu og eflaust líka eftir að þau komu heim Þannig að geirfuglinn dó ekki út eftir að hafa hitt mannin, heldur bara vestræna mann. Já, nákvæmlega. Það er nú einhverjar sögur alls konar dýrategundir sem lifðu í Ameríku áður en að menn komu þar yfir á sléttunum þar. Það hefur verið nautgripir, kannski svipuð svona landdýr, kjöt mikil og stór og sem að maðurinn bara þurrkaði út þegar hann kom. En síðan kom vestræni maðurinn og þurrkaði út buffalóana sem að þó voru eitthvað til eftir af. En hvað segir þessi saga okkur? Fyrir utan bara hún er náttúrulega áfellisdómur yfir græðgi mannsins og þessari fáránlegu stöðu munur eyða fjármunum í að fella fuglinn á síðustu metrónum. Það er Frakkar og Portugalir sem utan á 16. öld sem tóku þátt í þessum fjöldamorðum, ef svo má segja, á Nýfundalandi. Þeir voru fyrst og fremst að hugsa bara fyrir sig. Þeir borðuðu þetta eða seldu á heimliðin, ég veit það ekki. Þetta verið kostur fyrir sjómenn. Já. Og bændur á Suðurnesjum hafa fyrst og fremst verið að veiða, þetta var partur af sjálfsvistabúskap. En svo er eins og það fari í gang nýtt markaðskerfi sem er markaðskerfi hluta, dýra og alls konar minja og nýlendónu sérstaklega sem að fer fækkandi vegna þess að það hefur verið gengið of nærri forðanum og mönnum verður ljóst miðja 19. öld að geirfuglunum hefur stórlega fækkað. Hann er farinn frá Nýfundalandi þar sem hann var aðalbyggðin og þessi fuglamenn sem voru að eltast við geirfugla, þeir voru bara náttúru áhuga menn og þeir áttuðu sig á því
að það væri ekkit víst að vera margir eftir. En það var ekki sko talað endilega extinction eða aldauða þá. Bændur á Suðurnesjum sögðu við þessa fugla sem kom að heimsækja þá að mennsku fuglana að fuglinn gæti einfallega verið farin til Grænlands eða Færeyja og erfitt að sanna það á þessum tímum, ekkit internet eða neitt. En þannig að menn skynja sem sagt að fuglunum fækkar og leið eru nútíma söfn að taka á sig mynd í Bretlandi og Skandinavíu og Bandaríkjunum. Sem í grunninn nú bara svona söfn yfir ránfeng, menningarlegan eða úr... Já, yfirleitt. Stólið stundum með valdi og alls konar liðaverkunum. Og þessi söfn tiltölulega nýtilkomin, þetta ákveðin hefð, þetta eru stórveldin sem að verða sanna það fyrir þegnunum og heiminum að þeir eigi þetta og svona lítið heimurinn út og flokkunarkerfi Linnaeusar kemur til sögunar og síðan Museum of Curiosities og Wunderkammer og hvað þetta hétt allt saman og öll þessi söfn sem voru tiltölulega nýleg þurftu að eiga það sem var sjaldgæft. Það var það sem að hún kom til að skoða. Dótófuglinn var horfinn og hvergi til sennilega, en kannski var þetta ná sér í geirfugl, jafnvel nokkra. Og þessi fuglamenn sem koma til Íslands, þeir ætluðu sér að ná í geirfugl út í Eldey og það sem merkilegt, og ég rek það sérstaklega í ensku útgáfunni af bókinni minni, að þeir gerðu samning við Eirík Magnússon, sem að var þá í lærðaskólanum í Reykjavík en senda hann austur á fjörðu að gá að fuglum og þeir gerðu við hann samning sem á 4 síðum í þessum frægu geirfuglahandritum sem eru í Cambridge og ég keypti aðgang að því öllum, bara stafrænt. Og í þessum samningi nákvæmlega kveðið á hvernig hann skuli haga sér ef hann kæmist í geirfuglanýlendu á einhverjum geirfuglaskeri fyrir austan, Papey eða annar stað þar sem að orð fór af geirfuglum og eða var fullt til að veggjum, taktu þá bara allt nema eitt kannski eða eitthvað svona eða það voru spriklandi fuglar þá slátraði einum en skildu eitthvað eftir. Þannig að þeir eru ekkert með ómikla virðingu fyrir stofninum og gátu vel hugsa sér þrátt fyrir vitneskjuna að stofninum væri að fækka og ætla sér að koma bara ríkir með þetta til Bretlands og setja það á söfn í Cambridge eða eitthvað staðar. Þannig fer fyrir mörgum sjaldgæfum tegundum og minjum sem að nýlendukerfið að sölsa undir sig og það hækkar verðmætið þeirra og þar með þetta meira lagt í því að sækja það. Já, og það er svo kaldhæðnislegt að eitthvað svona innbyggt í þetta markaðskerfi að það er oft haft orð á því að síðasti fuglinn, það voru 2 veiddir í Eldey, 1844, þið síðustu. Annar þeirra fór til Brussel og þar á Náttúruminjasafni og eflaust seldur fyrir töluvert fé á þessum tíma en hann talið það verðmætur í dag að safnið treystir sér ekki til þess að hafa aðgang að hennu fyrir almenning. Það er svona eins og gullmóli og eflaust fáránlega háir prísar á þá sjaldan þetta kemur á markað. Það er ekkert fleiri fuglar. En mennirnir og stofnarnir sem stóðu í þessu heldurðu að hafi gert sér svona, hvað við segja, fullkomna grein fyrir að þeir gætu verið að þurrka út heila tegund af því að það er svona munur á því að vita og vita það er flókið dýr mannskepnan eða þú veist að menn geta selt sér að nei, þetta nú varla síðasti einhver sagði að hann væri kannski í Grænlandi og hvað heldurðu þau velti fyrir þér hvort að menn hafi gert þetta algjörlega með köldu blóði eða og sagt bara, ég meina ef einhver verður til í að borga mig fyrir þetta þá eyði ég þessari tegund.
ég held að menn hafi gengið ansi langt vitandi hvernig þetta myndi fara en eins og þú segir. Og meta þá kannski ekki nein verðmæti þessara tegundur, að nóga tegundum. Já, einmitt. Ekki heimurinn verri og það vantar geirfugl. Nei, hvaða gagn gerir hann? Já. Matur, búið. Já. Jú, það er sjálfsagt alltaf sko, það er einhverjir sem að sjá sér tækifæri að hagnast snögglega, jafnvel að góma síðasta fuglinn og fá bara gott verð, en smátt og smátt þá vaknar svona vitund hættuna af aldauða og í dag blasir við allsherjar aldauði, 7. aldauðin í sögunni og menn vilja auðvitað varast hann, að menn þekkja kúrfurnar og það eru svo margar tegundir sem falla hverju ári og næstu 10 ár sko mun þetta alveg eskalera eins og allt annað á þessari mannöld sem að út af því hvernig við framleiðum mat og hvernig við umgöngumst náttúruna, að þá er vitað að það er að þurrkast út tegundir. En það er ekki að hægja á því. Alls ekki og þessi hnattræna hlýnun hefur alls konar óskunda í för með sér, storma og hækkun sjávarborðs og auðvitað ógnar þetta lífríki margra fugla og margra tegunda. Þannig að við höldum áfram og ég bara velta fyrir hvort að setja eitthvað að velta fyrir sér út frá sögunum geirfuglinn. Hvort það séu sko viðbrögðin við þessu, að það er vitað að óbreyttu þá munu tegundi hverfa. Þá segir fólk eitthvað, já ég meina skiptir það einhverju máli, það er ein afstaða. Eða tegundir hafa áður horfið á öðrum ástæðum og það komið loftsteinn og þurrkaðist út. Ég er bara velta fyrir mér svona því að það er svolítið svona magnað viðbragðsleysið sko. Það er rétt og allstaðar og svo er alls konar svona afsakanir þessi, hvað maður kalla, exceptionalismi hjá Íslendingum. Maður heyrir núna alls konar fólk segja að sko hnattræn hlýnun hafi ekkert með Ísland að gera og áhrif okkar séu hverfandi. Við getum haldið áfram að keyra bíla sem eru knúnir af eldsneyti sem eyðir lofthjúpnum og það opna svona mörgun í kólaver í Kína og Indlandi. Já, það munar ekkert okkur sko. Við skulum bara klára þetta. Og eflaust það þannig víðar, ekki bara smáþjóðir heldur. Bandaríkin náttúrulega eins og maður sér í forsetakosningum. Trump hefur engan áhuga á hnattrænni hlýnun eða umræðum það. Þannig að það sé kannski svipuð hugsun og hjá þeim sem að drápu sér það geirfuglinn. Það munar nú alla hennan eina. Það var eiginlega svona blinda fyrir stöðu okkar í heildinni eða ábyrgð eitthvað slúðis. Það munar ekkit endilega okkar framlag, við skulum bara kýla á þetta og klára þetta hér, svo verður heimurinn að græja sig. Það er þessi þröngsýni sem að fer illa með lífríkið. Og heldur að það sé ástæðan fyrir því að þessi saga heyrist frekar núna en áður? Sem þú skrifaði, það er ástæðan fyrir að þú skrifaði bókina, ekki? Já. Þú varst ekki með bara áhuga á þjóðlegu fróðleik? Nei, nákvæmlega. Ég hafði verið í rannsóknarverkefni í Oslo. Það var svona fólk mannfræðingar sem höfðu áhuga á samskiptum manna og annarra dýra. The other than human er oft talað nú orðið sko, því að menn að forðast þessa tvíhyggju, það er alltaf menn og dýr, við erum auðvitað dýr og við erum alltaf að klappa á öxlin á öllum öðrum kvikindum, jafnvel nánustu skild mennum okkar, öpum og kannski kviknaði þessi hugmynd þá í þessari Oslovartvöl en ég hafði lengi haft áhuga á tengslum manna og dýra bara í minni mannfræði því að ég hafði kennt umhverfis mannfræði þó nokkur ár og ég hafði mikinn áhuga á fuglum þegar ég var krakki valsaði Heimaey með sjónauka og myndavél með vinnum mínum Týndur ekki egg? Jú
safnaði eggjum, það var í Landeyjunum. Ég átti meira sér áltaregg sem er nú glæpur í dag. Já. Og blés úr eggjum og Tókstu þitt eigið náttúrugripasafn? Já, það var eins og ég hef sagt á Prenteigstaðar minnsta wunderkammer í heimi. Það var svona skókassi með hálm í botninum og ég veit ekki, kannski 10 egg. En svo einhvern veginn týndist það þegar foreldrar mínir fluttu til höfuðstaðarins. En já, ég held að alltaf blöndað í mér eitthvað sko áhugi á fuglum en svona aldrei gert það alveg. Ég er ekki fuglanörd þó ég hafi nýlega eignast góðan sjónauka og fylgi svolítið með. En kona mín bendir mér oft á það. Ég er svona veiti umhverjum öðruvísi athygli en flestir. Ég er svona, mér verður starfsýnt á fugla af einhverjum ástæðum. En fuglar eru líka sko dálítið sérstakir. Þeir eru taldir svona eins konar kanarífugl í vistkerfi heimsins. Og þeir eru fljótir að falla fyrir alls konar áföllum í vistkerfinu. Þannig að menn skildu hlusta mjög vel þegar þessar kurvur allar fara bara sko hætta að lúta stjórnir, svo maður segja. Og fuglategundir fara að falla, þá er eitthvað að og annað kemur í kjölfarið. En svo hef ég líka pælt töluvert í sko, það er alltaf þessi hroki homo sapiens að við séum hafin yfir allt klabbið og það er alveg sko margra alda hugmynd og Meinarðu það að við getum alltaf bjargað okkur, að við séum ekki háðir náttúrunni, er þetta að meina það? Já, og eða líka, við bara finnum alltaf einhverja lausnir? Já, og líka það, við finnum alltaf einhverja lausnir og við teljum okkur sko óendanlega að trúa okkur sjálfum? Já, við höfum sem sagt vitsmuni sem séu stigi ofar heldur en hjá öllum öðrum kvikindum. Það var eitthvað sem að bendi á að það voru við sem að skýrðum okkur hinn vitiborðnum maður, það var engin annar sko. Þannig að það er ekki lýsandi yfir sko en sjálfstrust. Svo er alltaf að koma betur og betur í ljós að aðra lífverur hafa ótrúlega færni og við náttúrulega kannski byrjuðum með að skoða skyldustu prímatategundirnar og kenna öpum að tala og segja hljóð. Komist fljótlega að því að bara talfærin dugði ekki og þá var nota merkjamál, tákmál, alls konar svona kunstir en mönnum var þó margt að þessu væri sko fáranleiki, þá var mönnum fljótlega ljóst að aðrar tegundir höfðu alls konar gáfu sem við jafnvel höfðum ekki og þessi þannig að það er svona slegið á þennan hroka okkar að hefja okkur yfir allt verkið. Og allt það besta í sköpunarverkinu hafi einhvern veginn safnast fyrir í okkur, það er ekki alveg þannig. En hérna, að þú ert að skoða svona þessa stöðu, hvernig horfur á svona á framtíðina? Er það vonast eftir einhverju skyndilegri vakningu meðal fólks? Eða? Já, maður verður að gera það. Öll merkin eru slæm. Það er svo margt að ske og margt að fara. Og manni falla stundum hendur og ég skrifaði bók fyrir eitthvað eiginlega það leyti sem ég var að byrja á fuglabókinni sem ég kallaði The Human Age. Beðin að skrifa það fyrir erlent forlag og fara í gegnum þessa mannöld alla og ég settist yfir það bara mánuðum saman að rannsaka hvað menn vissu umhverfisvandann og hvernig þetta hefði komið á dagskrá og hvers konar framtíð blasti við og þetta var svona óhugguleg lesning og ég held að fáir nenni því að setja sig ofan í þetta. Ég varð að gera það þegar ég var að skrifa bók sem að stæði svona sæmilega tímastað. Þau var sagt að gera það. Já, bara við skila innan hálfs árs eða eitthvað
og þá var mér ljóst sko hvað kúrfurnar eru allar greinilegar og allar þessar efasemdir að það sé hitna undir rassinum á okkur séu fyrra og mér var ljóst hversu alvarlegt þetta og það voru og eru sífellda fréttir af stormum og veðrakerfi heimsins er bara að fara úr skorðum eða hefur einhvern tímann verið í skorðum og þetta hefur stórkostlegar afleiðingar á all lífríki en ég passaði mig á því í lok þessarar bókar The Human Age að gefa jákvæðan tón og myndi á það að á miðöldum hefðu ísaldir geisað Evrópu og menn hefðu með Hollandi og víðar með samtakamætti bara brugðist við vandanum og skemmt sér, dansað á skautasvellinu og svona var að reyna að minna á það að það er ótrúlega margt sem að við getum með okkar vitsmunni og tækni og það sé von og ég þykir sjá von í ungu fólki, Greta Thunberg og hennar kynslóð að þetta fólk, einlægir aktivistar sem þekkja fræðin og pólitíkina og vita hvað er að ske að þau beri gæfu til að snúa kúrsinum. Teiknin er ekkert góð. Hvernig varst að skrifa þessa bók? Ég held að hún hafi komið út fyrir 4 árum. Það var eiginlega, hún svona, það skaraðis glíman við fuglinn og þessi glíma. Þannig að sömuleyti ef ég hugsaði þetta saman. En það er nakning meðal ungs fólks hluta því og það er svona barátt í gangi en það er líka upplifir maður viðbrögð við því bara varnir óbreytt kerfis og það þar eru menn líka bara að æfa sig og reyna að beita alls konar brögðum til þess að koma í veg fyrir að það verði breytingar. Já, sannarlega, það eru olíukóngar og ég líki þess oft við tóbakið sko, smátt og smátt varð mönnum ljóst að tóbaksreykingar voru kölluð á lungnakrabba og fleira og tóbaksræktendur og sölumenn keftust við að fullvissa fólkum þetta væri allt í lagi og jafnvel bara hollt og þangað til blaðran sprakk væntanlega var það blasti svo augljóslega við sko lungnakrabbi og það var ekki lengur hægt að þagga niður í læknisfræðinni sem benti á þetta og þá verður menn að horfast í augu við það ég býst við að eitthvað slíkt gerist svipað, það er náttúrulega gífurlegi fjármunir settir í það að ljúga okkur og villum fyrir okkur bara það er allt í lagi að keyra á díselbílum og hefur engin áhrif og svo framvegis en þetta er að setla inn en það er bara spurning hvort við föllum á tíma því þetta gerist það ört og ekkert víst að við náum að ná tökum á þessu sem heimssamfélag áður en allt er seint. Því að andstaðan við breytingarnar er mikil, það er ekkert víst að þetta sé svona og ef þetta er svona þá er ekkert víst að það sem að við gerum geti breytt ykkur og ekkert endilega víst að það sem að þú ert að biðja okkur að breyta skilja ykkur árangri, þú veist við getum haldið svona áfram, þetta er bara það sem er bara rullar. Það er bara elta rökið þangað til að eftir verður eitthvað svona bara eins og fólk eigi bara yfir öxlum og gefast upp gagnvart vandanum sko. Það er bara verið að reyna að ruggla á öllum stigum málsins. En þú hefur trú á viðspyrnu þrótti mannsins að þegar að ég tekið dæmi það hérna við Rauðaborðið
að Palestínumenn segja að þessu aldrei nær frjálsir Palestínu heldur en núna, sem að hljómar bara einhvern veginn sturlað. En það byggt á því að það ekki hægt að fara lengra í þessa áttina, að nú hlýtur viðspyrnan að koma. Þannig að sömuleitt það sem þú ert að segja sannbærlegt, að við erum komin svo langt í þessu að nú hlýtur viðspyrnan að verða, heimskan getur ekki farið með okkur lengra, það hlýtur að vakna vitt, nema við bara deyjum út eins og geirfuglinn. Já, eða þessi kúrfa ef sem sagt ef við ráðum ekki við loftslagsvandann innan þess tímaramma sem að virðist blasa við Já, þá erum við komin inn í einhverja veröld sem við þekkjum ekki alveg og veitum ekki hvernig mun virka. Nei, og búið að útrýma Palestínumönnum eins og Beóþökk Indíánum og geirfuglum fyrr á tíma. Já. Herðu, Gísli Pálsson, alltaf gaman að fá þig hingað. Þakka þér fyrir spjallið. Takk. Já, þetta þá lokinn hjá okkur í kvöld. Ég þakka Gísla aftur og öllum gestunum sem hafa hingað komið og ég þakka Birni Þorláks og Sigurjóni Magnúsi Egilssyni fyrir að hjálpa mér við að búa til þennan þátt og Pétri Fjellsteð og Laufi Ólafs fyrir að taka upp og senda út og ykkur sérstaklega sem hafi hort og hlustað og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðunum á tvennan hátt, annars vegar að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar, þannig breiðist samstöðun út með góðri afsvörn. Þið getið sagt frá því að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, á síðum sem eru undir nafni samstöðurinnar, á öllum hlaðvarpsveitum, bæði sem samstöðin og líka undir nafni einstaka þátta í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM, en það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann, spilari.is á netinu og spilarinn líka app sem mann hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni kannski, ef til vill, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunnar. En það sem jafnt mikilvægt það að hluti áhorfenda og áhorfenda hafa gerst áskrifundur hér og eru þar með að byggja raunverulega upp samstöðuna. Það kostar 2.500 krónur á mánuði að vera áskrifandi. Mér finnst þetta sé frekar lágt verð. Ég held að sé hátt í 10.000 krónur sem kostar áskrifandi á mokkanum. En ef þú vilt slást í hópinn og vera í liði með þeim sem að raunverulega eru að bjóða þjóðinu upp á samstöðuna og allt efni sem hér, þá getur gerst áskrifandi með að fara inn á samstöðu.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Ef þú ítir á hann, þá getur þú skráð þig fyrir 2.500 krónum, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, sem féljmiðill í eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta búið í bili. Á morgun verður rauðaborðið klukkan 16 eins og alltaf á föstudögum, þá verður vikuskammtur, þá kemur hingað hópur af fólki og ræðir fréttir vikunar. En þangað til, þá segi ég bara góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.